Sigmar ræðir við Katrínu Júlíusdóttur iðnaðarráðherra málefni byggðastofnunar og rammaáætlun vernd og orkunýtingu hér rétt á eftir. Katrínu, ertu velkomin í Kastljós. Takk fyrir. Ég held að það hljóta að teljast svolítið sjaldgæft að ráðherra í ríkisstjórn fái yfir sig svona harða gagnrýni samþykkta ályktun frá þingflokknum sem að viðkomandi flokkur starfa með, eins og gerðist þarna í dag, eða kom fram í fjölmiðlum í dag. Þannig allur þingflokkur VG að gagnrýna þig harðlega. Af hverju fórstu þessa leið? Já, það var nú einfallega svo að ég hef töluvert skeið verið að velta því fyrir mig hvernig við gætum best komið fyrir málefnum byggðastofnunar til lengri tíma litið vegna þess að hún hefur þurft á töluverðri innspýtingu að fé að halda á undanförnum árum. Sömuleiðis þar mjög mikilvæg starfsemi sem að ég hefði viljað koma svona betur fram í dagsljósið og gera meira. Og þegar ég að skoða þetta þá það mín niðurstaða að ég skuli skipa 7 manna stjórn þar sem að ég óska eftir tilnefningum frá þingflokkum á Alþingi án þess þó að mér ber að gera það samkvæmt lögum að það valdi því að stjórnarmenn séu þar kannski með tiltölulega óljóst umboð inn í stjórninni. Þetta tíðkast víða í stjórnkerfinu? Já, þetta tíðkast ekki þannig að þú leitir samráðs inn í kannski þingflokkana alla eins og verið hefur undanfarin ári í þessu tilfelli. Þó að borgarhreyfingin sé ekki með í þessari tilnefningu og ég ákvað þess vegna að senda bréf á forystu ríkisstjórnarinnar þar sem ég lýsi þessu að ég hafi áhuga á því að gera þessa breytingu, þar að segja að fá fjölbreyttari hóp inn í stjórnstofnunarinnar sem að líka dreifðist betur landið heldur en það sem að skila sér í gegnum tilnefningar þingflokka og síðan líður heilt sumar og ég fæ engin svör við því og geri þar með ráð fyrir því að málinu hafi verið tekið þannig að ég gæti haldið áfram með það. Þess vegna geri ég það í góðri trú. Þannig að þú varst búin að kynna þetta fyrir VG? Ég var búin að senda tölvupóst 20. maí síðastliðinn sem var merktur áríðandi þetta málefni þar sem ég óska líka samráðs þetta mál til formanns Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs. Svaraði Steingrímur því ekki neinu? Ég hef ekki fengið nein svör. Síðan sendi ég á þriðjudaginn í síðustu viku tölvupóst á formenn allra þingflokka og ég heyri ekki formlega frá þingflokki Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs fyrir en á sunnudaginn og síðan aftur núna í fjölmiðlum í dag. Og hvað lestu þá í þetta vegna þess að eins og ég rakti hérna upp að ég man ekki eftir neinu dæmi þar sem að þingflokkur, samstarfsflokkur fer með svona hörðum og afgerandi hætti inn í eina tiltekna embættisveislu hjá ráðherra sem með viðkomandi flokki í ríkisstjórn. Nei, ég alveg sammála þér og ég verð að segja að þetta kemur verulega óvart og það alveg ljóst að menn þurfa eitthvað að skoða samskipta hvers konar samskipti eiga sér stað þarna á milli þegar svona fer vegna þess að ég taldi mig í góðri trú ef ég sendi bréf, tölvupóst sem stendur merktur áríðandi stjórn byggðastofnunar og síðan líka síðan settur þannig í forgangsröð í tölvupóstkerfinu að hann sé high priority svo kallaður, þá geri ég ráð fyrir því að hann sé lesinn og hann sé með einhverjum hætti afgreiddur og ég hlýt að þurfa að gera ráð fyrir því og þess vegna var ég í góðri trú þegar ég geri þetta. Og við skulum ekki gleyma því heldur Sigmar að þessi stofnun, hún hefur umfram aðra stofnanir búið við þá umræðu að þarna sé einhvers konar pólitísk spilling og stýring sem sé óeðlileg. Hvort sem að hún er réttmætt eða ekki. Ert þú ekki með þessari nýju skipun einmitt að gangast við því að svo sé? Ég ekki að gera það, heldur. Vegna þess að þú ert að tala að hvernig stjórnin hefur verið skipuð hingað til sé, það sé röngleið, það sé röngnálgun. Það gamli tíminn, þessi umræða, en hún hefur fylgt stofnuninni, því miður. Og það getur að það var að mínu mati og það var hluta af ástæðunum fyrir ákvað að gera þetta. Það var að þarna frábær starfsemi, þarna frábært starfsfólk og það verið að gera mjög góða hluti á vettvangi byggðastofnunar. En vegna þessara staðreynda hvernig samsetning stjórnarinnar hefur verið, þá hefur starfsemin ofta ekki fengið að njóta vafans. Það einfaldlega þannig. En má ekki alveg taka samt undir röksemd VG af því að þessi flokkar í samstarfi og þetta er mikilvægt mál að núna til dæmis á að endurskipuleggja starfsemi stofnunarinnar ef ég skil rétt, jafnvel að færa hana undir innanríkisráðuneytið, að aðkoma samstarfsflokksins sé með beinni og meira afgerandi hætti heldur en að þú ert að gera með þessari skipan? Jú, en það á allt öðrum vettvangi, það á hinum pólitíska vettvangi. Verkefni stjórnarinnar núna það að tryggja að þessi stofnun að hún verði starfhæf áfram. Hún með neikvætt eigið fé eins og
skipulagsbreytingar og annað hlýtur nú að koma inn og voru stjórnarina líka. Stóra verkefni hjá stofnuninni núna þetta verkefni þar að gangi það að tryggja að hún verði starfhæf og það þarf hann að gera í góðu samræði við okkur. Það hvar stofnuninni fyrir komið í stjórnkerfinu, sú umræða á sér stað á allt öðrum vettvangi. Hún á sér stað á millum stjórnarflokkana. Það er vissulega rétt. En hún á sér ekki stað við borðið innan stjórnar Byggðastofnunar. Og ég veit ekki betur en það að ég skipaði í vetur þverpólitíska nefnd sem að fór beinlínis í það verkefni að fara yfir og koma með tillögur á framtíðarfyrirkomulagi stofnunarinnar. Það var ekki stjórn stofnunarinnar sem vann þá vinnu. Heldur var það nefnd sem að þvert á alla flokka og þannig eigum við að vinna þann hluta málsins. Stjórn stofnunarinnar núna á fyrst og fremst að tryggja að þessi stofnun geti haldið áfram að þjóna landsbyggðinni sem öflugu bakhjarl atvinnuuppbyggingar þar. Já, en það var haft eftir ónafngreindu manni innan VG sem að líkti þessu við það að ef að þau í VG myndu nú allt í einu henda út samfylkingarfólkinu og stjórn Landsvirkjunar að ykkur forspurðum. Er ekki svolítið líkindi með þessu? En það var ekkert allt í einu í þessu máli. Það er það sem ég er að segja. Heldur sendi ég í góðri trú þetta bréf 20. maí. Ég sendi líka á þriðjudaginn á þingflokkin og ég heyrði ekki fyrr en á sunnudaginn. Þetta eru staðreyndir málsins og þetta er það sem ég er líka ósátt við. Þetta er líka það sem ég er kannski ósátt við en ég hins vegar hef nú tekið það ákvörðun í dag eftir að hafa aðeins kólnað. Þetta snögg svona sauð á manni þegar ég sá þetta því mér fannst þetta ekki sanngjarnt í ljósi þess að ég á þessi bréf og ég reynda nálgast þau með þetta að þá fannst mér þetta ekki sanngjarnt en ég held að þetta mál er ekki það stóra mál sem að við eigum að vera kljást deila með þessum hætti. Það býður okkar stórkostleg verkefni á sviði niðurskurðar í stjórnkerfinu og það er það sem við höfum að einbeita okkur að. En af hverju eru viðbrögðin svona harkaleg? Það þarf að spyrja ykkur aðra því vegna þess að mér finnst það ekki sanngjarnt. Vegna þess að flokkarnir hafa oft deilt en menn hafa kannski ekki beint verið að álykta gegn ráðherrunum í þingflokkunum. Það er bara algjörlega ný staða og það er kannski ekki hægt að segja að það sittir neinna fyrirmyndar. Nei. Segir þetta, er þetta svona einn vitnisburður það að þessi ríkisstjórn er ekki á vetur setjandi það? Nei, það myndi ég ekki telja og ég hef talið okkur vera á góðri siglingu, við erum að ná góðum árangri í fjölmörgum málum, við erum að sjá lægstu atvinnuleysistölu núna í síðasta mánuði sem við höfum séð frá bankahruni. Við erum að ná árangri á mjög mörgum sviðum, við erum væntanlega að fara að kveðja. Saman fjölmörg mál, það eru opinberar þrætur hér og þar hitt og þetta. Þó það nú væri sem í þessu erfiða árferði sem við erum í. Við erum ekki í ofsalega erfiðu verkefni. Það er engin stjórnmálamaður í dag í sínu draumaverkefni. Það er engin stjórnmálamaður í dag í raun og veru í þeirri stöðu að geta verið að byggja hér upp samfélag að þeirri fyrirmynd sem að pólitískar hugsanir leyfa. Heldur erum við í mokstri, við erum í tiltekt og við erum í frágangi. En eins og þú varst að segja þú ferð svolítið að hugsa samstarfi þegar þetta gerist. Já, ég fer að hugsa þetta er ekki eitthvað sem ég tel að megi ekki laga. Þetta er hlutur sem ég tel að við getum lagað. En ég tel enga síður að ég hefði þurft að koma fram og skýra mitt mál, ég fæ svona hressilega vakningu í morgun. Og það er bara sjálfsagt og eðlilegt að ég geri það og þannig líka verið að tala stofnun sem er að fá verulega fjármuni frá hálfu ríkisins. Við munum þurfa að fjalla það að hún þarf núna, það var samþykkt á þessu ári, hún fengi milljarð á fjárlögum og við munum þurfa að óska eftir því að hún fái 2,5 milljarð til viðbótar til þess að hún geti verið með eigin fjárhlutfall sem að fjármálaeftirlitið getur þá samþykkt starfsleyfi á grunni þess. Og þetta er stóra verkefnið og þess vegna segi ég að þetta er auðvitað eitthvað bara sem við hljótum að þurfa að laga og fara í gegnum hvernig svona misbrestir geta orðið í samskiptum vegna þess að þau nálgast mig aldrei beint út af málinu sjálf fyrir sunnudaginn. Já, við skulum ræða núna aðeins þessa rammaáætlun, það er núna verið að vinna henni og þetta svona fer inn í þingið mjög fljótlega. Þið voruð að kynna þessar tillögur eða þessar hugmyndir drög eða hvað við eigum að kalla þetta á föstudaginn og síðan hafa við verið að koma fram gagnrýnispunktar á þetta, meðal annars það að margir af þessum virkjanakostum sem hafa verið skoðaðir í gegnum tíðina, þeir hafi svona kannski ekki alveg fallið eins og þessi vinnuhópur vildi setja upp. Það hafi sem sagt orðið eitthvað breyting þar á. Það er til að mynda hægt að tala þar Bitru, Norðlingaöldu, neðri hluta Þjórsár. Af hverju verður þetta svona afgerandi með þessa þrjá kosti? Núna, það sem er til umfjöllunar núna
þingsályktunartillaga, eða drög að þingsályktunartillögu sem í umsagnarferli og við umhverfisráðherra fengum formenn faghópa rammaáætlunar til þess að vinna ásamt formanni verkefnisstjórnarinnar til þess að fara með okkur í gegnum og flokka í þessa 3 flokka fyrir röðun sem að þau höfðu komist að. Síðan fer sú vinna fer beint út í umsagnarferli og við umhverfisráðherra höfum ekki komið að henni beint. Heldur verður það okkar verkefni að taka umsagnir sem að koma núna á þessu 12 vikna tímabili og vinna loka þingsályktunartillögu inn í þingið. Þannig að sko ég ætla ekki að úttala mig einstaka kosti, en ég ætla hins vegar að segja það að þarna eru 89 kostir undir. Það sem verið að deilum eru kannski 4-5 og ég kalla það gríðarlega góðan árangur af þessari vinnu. Þarna okkar færustu vísindamenn búin að leggja nótt við dag síðustu 4 árin í þessari vinnu, hafa skilað okkur þessari niðurstöðu og ég held að þarna séum við komið með gríðarlega góðan sáttagrunn þegar við deilum ekki fleiri kosti af þessum 84. Þeir sem hafa til dæmis verið að gagnrýna þetta með Bitruvirkjun, þeir eru að benda það að þarna sé búið að fara í talsvert rask á svæðinu. Þetta fer inn í verndarflokk. Orkuveitan hefur verið að rannsaka þarna mikið, það eru háspennulínur sem liggja þarna yfir, það eru borholur þarna og annað. 800 milljónir eitthvað svoleiðis liggja í þeim kostnaði sem Orkuveitan hefur lagt út í. Af hverju fer þetta í verndarflokk? Það er auðvitað vel rökstutt í skýrslunni og tillögunni sjálfri, en það sem ég ætla að segja svona yfir það heila er að það er engin trygging fyrir því að þó að menn geti rannsakað þeir eigi endilega að geta tekið skrefinu lengra og farið þarna að nýta í stórum stíl. Það er ekki þannig. Og þessi kostur, Norðlingaölduveita, Neðri Þjórsá, þetta eru kostir sem er deilt af ýmsum ástæðum. Ekki bara þessar ástæður sem þú nefnir þarna. Það eru líka önnur sjónarmið sem varða það til dæmis að samræma ákveðið svona útivistarkraga í kringum höfuðborgarsvæðið og annað slíkt sem að það ræður för. Sem er þá hluti af skýringunni til dæmis með Bitruvirkjun? Já, það er ein af þeim skýringum, já, og það sést vel í því sem þeim gögnum sem skilað er. Og það eru mörg sjónarmið sem þarna þurfa að koma að og þó að einhverju sé raðað í þessari línulegu röð sem að birtist í skýrslu verkefnisstjórnarinnar, að þá er ekki þar með sagt að menn drægi bara línu sirka hér að ofan og sirka hér að neðan og setja svo restina í bið. Það er ekki svoleiðis. Nei, en hvað þú segist ekki vilja tala þessa kosti, en þetta er náttúrulega allt alveg hápólitískt mál og það er ekkert ósækjut krafa að rukka iðnaðarráðherrann það hvað honum finnist það að það verði ekki farið í Norðlingaölduveitu, það verði ekki farið í Bitruvirkjun og að neðri hluti Þjórsár verði virkjað. Já, þessi tillaga leggur þetta til. Já. Nú munum við taka á móti umsögnum og reyna að meta það eins faglega og við getum við umhverfisráðherra og skila síðan loka niðurstöðu í því. Það geta orðið breytingar. Það geta líka ákveðnir hluti, það er líka líklegt að hugsanlegt að ekkert breytist. Við verðum bara að sjá hvað þetta umsagnarferli skilar okkur. Hugsanlega koma fram ný gögn sem að veldur því að eitthvað verður fært til. En mín skoðun á þessu, á einstaka flokkunum er svo að ég vil í grunninn, þá vil ég að við náum eins mikilli sátt nýtingu okkar náttúruauðlinda og mögulegt er. Og þarna er komin grunnur af því. Hvar einstaka kostur í þessu öllu saman lendir, tel ég ekki skipta höfuðmáli vegna þess að þú ert með nýtingaflokk sem hefur það marga kosti að það verður nóg að gera í orkuframleiðslu á komandi næstu 4 árum ef hann verður að veruleika. Þú ert með verndaflokk sem er verulega sterkur vegna þess að það er verið að taka stór svæði sem að menn eru að ég tel Íslendingar almennt sáttir við að vernda stór svæði á miðhálendi Íslands til dæmis. Og þess vegna held ég þessi stóra mynd að hún sé að skila okkur góðri niðurstöðu þar sem að ég og þú getum hægt að sitja og spurt hvert annað, ertu með eða móti virkjun í Neðri Þjórsá eða ertu með eða móti þessari virkjun? Það lítur að mig að segja að þetta sé svona pínu útópísk hugsun vegna þess að inn í þetta spila alls konar staðbundnir hagsmunir. Já, það eru staðbundnir hagsmunir. Það vilja menn náttúrulega annarkvort fá virkjun eða fríða eða hvað það er og það er alltaf eitthvað ósanngjarnt, er það að menn reynir nú að leysa þetta einhvern veginn inn í pólitíkinni og endar þetta ekki einmitt þar að það verði eitthvað svona pólitísk hrossakaup inn á þingi þar sem einn flokkurinn fer í verndunarflokk á móti því einhver annar fari í nýtingu. Staðbundnir hagsmunir eru alltaf til staðar í öllum málum, öllum. Og það er sama hvort þú ert að nýta fiskinn í sjónum eða hvort þú ert að nýta orkuauðlindir eða hvað það er. Það eru alltaf staðbundnir hagsmunir ef þú ert í einhverju svona framkvæmdum og líka bara hvað varðar atvinnuuppbyggingu í landinu. Hins vegar að þá eru líka heildarhagsmunir þjóðarinnar eitthvað sem er til
og þar tel ég að við séum að ná gríðarlega góðum árangri með þessari tillögu að rammaáætlun. Það verður nóg að gera í virkjanamálum hérna á næstunni og það verður mjög stór merkileg svæði náttúruperlur á Íslandi sem fara í verndun og það er sú megin niðurstaða sem ég vil sjá út úr þessari rammaáætlun. Það er skynsamlegur vegur millum beggja heima, verndar og nýtingar. Já, Katrín, ég þakka þér kærlega fyrir að koma í Kastljós. Takk.